heilagur andi umræðuefnið. Hann Guð. Við töluðum á síðasta sunnudag náðargjafir heilags anda. Grace gifts, or yeah. I don't know. Man ekki nafnið yfir það. Náðargjafir. Grace gifts. Yeah. Spiritual gifts. Spiritual gifts. Og við höfum sagt, og við vorum með kennslu það í gær hérna, það alltaf biblíulestur á laugardögum klukkan 11. Bestu að auglýsa það. Ef þið viljið heyra biblíulestra, þá voru þeir á laugardögum klukkan 11 og þá var kennsla í gær heilagan anda, tungutalið, frábær kennsla. Og við höfum öll komist að því að heilagur andi þessi annar huggari sem var gefinn til að vera með okkur eftir að Jesús fór heim til föðurins. Jesús fór, en hann sagði að hann ætlaði ekki að skilja okkur eftir munaðarlaus. Ég mun senda, og Jesús sagði ég mun koma, heimurinn sér mig ekki, en þið munu sjá mig. Þannig að sumir skilja ekki þetta með Jesús, þeir bara sjá það ekki. En við sem trúum, við sjáum já og við finnum nærveru hans. Þó við sjáum hann ekki, þá finnum við að hans andi hérna þegar við komum saman. Við erum búin að tala þetta. Í dag ætlum við að tala og ef þið viljið hlusta á þetta, þá þetta inn á keflavikgospel.is. Farið á YouTube-hlekkin, þá getið þið hlusta á alla þessa kennslu sem ég búin að vera með heilagan anda. Þetta held ég 5. lesturinn. Keflavikgospel.is, YouTube-hlekkur, og þar eru alveg ógrynni af alls konar predikunum, bæði mínar og allir gestir sem hafa komið hérna. Þannig að þið getið skoða það. Nú, í dag ætla ég að tala það sem gerist í raun og veru ef að þið vitu öll hvað gerist ef þið giftið ykkur. Það einn nýgiftur hérna og hann ekki alveg komin inn í þetta ennþá af því að konan hans ekki komin, en þegar hún kemur þá byrjar hún að leiða. En Biblían talar að það sem ég ætla að segja þegar við giftum okkur, það sem gerðist á mínu heimili, það komu blóm inn á heimili þar sem engin blóm voru. Vinkona okkar sagði, það stórmerkilegt hvað woman's touch, hvað snerting, konu, getur gert fyrir eitt heimili. Af því að hún hafði komið í heimsókn til mín áður, í piparsveina íbúðina mína. Nú kom hún eftir að Dísa var flutt inn og það var allt breytt. Hennar áhrifa fór að gæta á mínu heimili. Hvort sem líkaði betur eða verr. Ég ánægður með það enn þann dag í dag. Þess vegna ég í seinni skyrtu af því að hennar áhrifa gætir. Amen. En við ætlum að tala ávöxt andans í dag, og ef við förum að sjá til þegar umgangast heilagan anda á daglegum basis, ég sletti af því að Dóris ekki hérna, á daglegum grunni, þá fer það að hafa áhrif á líf okkar. Og það ætlum við að tala í dag. Í Galatabréfinu 5:22 segir að ávöxtur andans kærleiki, gleði,
friður, langlindi, gæska, góðvild, hógværð, trúmennska og bindindi eða sjálfstjórn. Hvort vil ég heldur hafa sjálfstjórn eða bindindi? Ok? Það sama orðið. 22 og bindindi. Síðan segir, gegn slíku lögmálið ekki. Gegn slíku lögmálið ekki. Og það gott að bara klára það. Ef þú hefur einhvern með þessa eiginleika, þá þarftu ekki lög í landinu. Eru þið sammála því? Ef allir væru með þessa eiginleika á Íslandi, þá þurfum við ekki þessi lög, þetta má ekki, af því að allt sem menn gera, það mótast af gæsku, kærleika, gæsku, góðvild, það trúmennska, það hógværð. Jesús sagði, komið til mín, lærið að mér að því ég hógværð, lítillátur, það hógværð, það lítillæti og fólk hefur stjórn á sjálfu sér. Við þurfum ekki að stjórna því, það stjórnar sér sjálft. Haldið að það væri ekki munur. Þannig að hann segir hérna, gegn slíku lögmálið ekki, hann faktist að segja, þegar að ef þú hefur fólk fullt af þessum anda, eða þessum ávexti, þá þarftu ekki lög til að halda því í skefjum eða lög til að láta það gera þetta eða hitt. En það sem ég langaði að sýna ykkur að þessi ávöxtur, hann gríska orðið yfir ávöxt hér, og ég ekki grískur spekingur, ég heyrði einhvern segja þetta fyrir mörgum árum og þetta bara satt eftir hjá mér og ég fletti því upp og fann að þetta var rétt. Ég fletti því aftur upp í morgun í orðabók sem ég á til þess að vera viss, að því það eru svo mörg ár síðan ég hafi lesið það og þetta eintöluorð, ávöxtur andans. Þannig að þessi 9 hlutir, eiginleikar, eru einn ávöxtur. Og þess vegna kom ég með þetta. Ég ætlaði ekki að borða þetta fyrir framan ykkur. Jó ætlaði að standa hérna fyrir mig meðan ég borðaði þetta svo enginn sæi. Hann alltaf hjálplegur, góður bróðir, tilbúinn að hjálpa, aðstoða, fullur af góðvild, gæsku fyrir pastorinn sinn, ætlaði að standa fyrir svo að þið sæjuð ekki þegar ég borðaði hérna þegar ég ætti að vera að predika. Yndislegu bróðir. En það sem ég langaði að sýna ykkur að þetta einn ávöxtur, eru þið sammála, þetta mandarína. Og ég get tekið hana, og það nú eitthvað skrítið með þetta skemmdur ávöxtur. Þannig að hann eiginlega ekki, en kannski hann ágætis dæmi vegna þess að við komum að því á eftir að sérhverja grein á mér sem ber ávöxt, hreinsar hann. Þannig ef við hugsum okkur að þetta sé ávöxtur, sem sagt andans, þá kemur Jesús hérna og hann bara hreinsar þetta. Amen. Og þetta hérna líka. Hann hreinsar þetta bara í burtu. Þannig að ávöxturinn hreinn. En það sem ég ætla að sýna ykkur að við getum fengið 9 hluta hérna. Ég þarf ekki að taka þetta niður í 9, þið trúið mér. Ég pröfaði þetta í gærkvöldi, ég fekk 9 ávexti og ég var að sýna konu minni þetta og ég sagði, hvað vilt þú? Ég veit hvað þú ætlar að gefa mér, sagði hún. Þannig ég sagði, nei, ég ætla bara að gefa þér frið. Og ég ætla að taka langlindi, því ég bý með þér. Þannig að við þurfum öll á þessu öllu að halda. En eintalan, sjáið, segir okkur það að allir þessi 9 hlutur eru einn ávöxtur. Þetta óx allt saman. Þannig að gleðin, trúmennskan og sjálfstjórnin, þetta vex allt saman.
Sjáðu, þú getur séð fólk með eiginleika svona, ok, einn alltaf ægilega glaður, en hann bara krúk. Hann glaður við að geta platað þig, hann ekki trúr, mæti seint í vinnuna og þú getur ekki treyst honum, en hann alltaf voðalega svona happy. Og það ekki svo gleði sem við erum endilega að tala vegna þess að þessi gleði, leið og þessi ávöxtur byrjar að vaxa, þá vex allt hitt með honum. Það vex allt saman. Gleði, kærleiki, gleði, friður og þetta eitthvað sem sem sagt, ég var að hugsa þessa gleði, að þetta ekki svona gleði af kringumstæðum, þetta ekki gleði af því að stundum fyrir fólk í bíó og horfir á Chaplin eða hvað það og alveg skelli hlær og gleðin bara alveg yfirþyrmandi, svo kemur það út, kemur einhver hugsun, depressed, þunglindið komið aftur. Og meira að segja, skemmtikraftar, þeir eru að fást við þunglindi. Þessi gleði, hún ávöxtur sem fædd fram í anda þínu og hún getur mætt kringumstæðum að jafnvel þú lendir í erfileikum og raunum að þá finnur þessa gleði, þú finnur þennan frið djúpt inni. Þú kannski grætur að þú varst að missa einhvern ástvin, en samt skilur ekki til því að þessi gleði og friður samt til staðar djúpt inni, af því að þetta ávöxtur andans. Þetta eitthvað sem fætt af heilögum anda. Og þetta vex allt saman. Að þú lærir, ég var að hugsa hvað þetta góður ávöxtur. Og svo fæ ég sjálfstjórn í kaupbæti og ég búinn að vera, ekki ég, ég nota þetta bara sem dæmi ég. Ég búinn að reyna að hafa stjórn á skapi mínu. Hverjir hafa verið þar? Ok. Og svo færðu þetta bara í kaupbæti. Vá. Bara sjálfstjórn í kaupbæti, þetta bara vex bara automatist innra með mér af því að ég bara umgangast einhvern annan. Ég bara umgangast þennan heilaga anda og allt í einu bara áhrif að hans farið að gæta í mínu lífi og af því að hann hefur sjálfstjórn, hann trúr, hann hefur gæsku og góðvild, að þá bara þetta farið að hafa áhrif á mitt líf og það farið að endurspeglast. Eins og segir á einu stað að við endurspeglum dýr Guðs. Þetta ekki frábært? Gegn slíku lögmálið ekki. Þannig að þetta ávöxtur andans. Kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, hógværð, trúmennska, bindindi. Ég búinn að læra þetta utan að. Það gott að læra þetta utan að. Ég var að biðja í morgun og þá kom svona hugsun og þið veitir, við erum að biðja, svo kemur allt í einu hugsun, við erum að biðja fyrir einhverju, svo kemur allt í einu hugsun og hugsunin var, já ok, ef ég fer þarna, þá fæ ég þessi svör, já, ok, allt í einu. Þetta neikvæð hugsun, drottinn, sagði ég. Þetta ekki kærleikur. Kærleikurinn hefði ekki hugsað svona. Þannig að ég sagði drottinn, ég ætla að hugsa þetta aftur. Ég fæ góðar viðtökur. Sjáðu, stundum hugsum við neikvætt og kærleikurinn, það segir að kærleikurinn, hann tilreiknar ekki hið illa. Hann tilreiknar ekki að þú viljir ekki elska mig, að þú viljir ekki taka mig vel, að þú viljir ekki gera allt fyrir mig. Kærleikurinn tilreiknar alltaf náunganum hið besta. Þannig að það gott að vaksa í þessum ávextu. Það gott að leyfa, sjáðu, ok, þú segir, já, you don't have it. Ok, ég kannski hef ég það ekki en ég að vaksa í því. Og ég sé breytingu. Ég sé breytingu sjálfum mér. Ég sé breytingu í konunni minni. Svona, já.
það yndislegt að mega segja allt við hana, svona hér bil allt. Hún elskar mig samt. En sjáðu til að við eigum að vaksa, þetta ávöxtur sem að vaksa og hann vex allur saman. Ávöxtur andans. Nú, í versi 19, getur það verið, þá talað annan ávöxt eða önnur verk. Holdsins verk augljós, frillulífi, óhreinleiki, sörlífi, skurðgoðadýrkun, fjölkyngi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvídrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Það segi ég yður fyrir, eins og ég áður sagt að þeir sem slíkt gera munu ekki erfa Guðs ríki. Okay? Þið þurfu ekki að læra þetta utan að. Af því að þið voru fædd með þessum eiginleikum. Ekki fara í fílu við mig. Biblían segir það, við erum öll fædd með eðli syndarinnar. En það sem langað að sýna ykkur að allir þessi hlutir, þetta kallað verk holdsins eða verk hins gamla manns sem að Guð frelsaði okkur frá, að þau koma líka sjálfkrafa. Og þegar ég var að hugsa þetta, það var svo lifandi fyrir mér að ég hef aldrei þurft að svona rembast við að verða reiður, það bara flæðir, bara yndislega. Og alveg eins með öfundina, ég hef ekki þurft að rembast við það bara kemur. Og ef mér langar að þræta við einhvern, það bara kemur að sjálfu sér, ég þarf ekki, já nú ætla ég að þræta, ég ætla að þræta við hann sjálfa, ég ætla bara að þræta, ég ætla að vera á móti honum. Nei, ef hann gerir eitthvað sem mér mislíkara, þá bara kemur þetta sjálfkrafa. Verk holdsins, þetta bara kemur. Og það talað alls konar önnur ljót verk hérna sem ég ætla ekki að fara að tíunda, en sjáðu, þetta kemur sjálfkrafa. Þú þarft ekki að, ég blótaði alltaf. Einu sinni blótaði ég á jólunum og mamma tók andköf og hún var ægilega sár við mig. En þegar ég frelsaðist, þegar andi Guðs kom inn í líf mitt, þá var ég ekki að reyna að rembast við að hætta að blóta. Ég tók eftir því viku seinna að það var farið. Það fór. Andi Guðs kom og tók það. Ég fekk annan anda. Hefði ég getað byrjað á því aftur? Já. Hefði ég getað byrjað að reykja aftur? Já. Ég valdi að lifa nálægt þessum heilaga anda undir áhrifum hans og reyna að velja það á hverjum degi að þá koma hans áhrif. Ekki áhrifin frá. Biblían segir að við erum krossfest með Kristi, okkar gamli maður, þegar við tökum skírn, þá förum við undir vatnið, við erum að tala um niðurdýfingaskírn, eins og Jesús skýrði og lærisveinar hans, þá var þeim dýft niður og undir vatnið, svo komum við upp aftur og táknræn merking þú grefur þinn gamla mann, þú ert að grafa þitt gamla líf, þú rist upp nýr maður, ok? Þú rist upp nýr maður. Þessi nýji maður, hann hefur verið náðaður, hann hefur fengið nýja byrjun, hreina sakaskrá, en þið vitið það, ef einhver náðaður hérna, þá skiptir máli hvað hann gerir. Þú verður að velja núna að gera rétt, ekki? Og ef að Jesús náðaði okkur og gaf okkur nýtt líf og nýjan anda og sagði þið getið alltaf verið með mér, og ef þau eru nálægt mér, þá allt í lagi, þá það okkar val að vera nálægt honum eða vera fjarr honum. Ef við erum fjarr honum, þá byrja hin áhrifin að sækja á aftur. Þannig að þetta gangan með Guði. Og ef við erum nálægt honum, þá þessi ávöxtur alltaf að vaksa í okkar lífi. Stundum hægir á vextinum af því að við fjarlægjumst hann. En þessi ávöxtur andans alltaf hinn sami, kærleikur, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild,
hógværð, trúmennska. Hafið þið séð suma kristna sem kannski hafa hluta af þessu, en svo vantar alveg desperately, örvæntingarlega, kannski hógværð. En það nóg að gleði og já. Hógværð einhver með enska biblíu? Það bara, já. Vera humble, eitthvað svoleiðis. Þannig að það sem ég langar bara að leggja áherslu á að þetta vex allt saman, þessir eiginleikar þeir vaksa saman. Jesús Kristur, hann sagði, skulum lesa hérna Jóhannes 15 og ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Var hættulegt að segja svona. Ég hinn sanni vínviður, Jóhannes 1-5. Faðir minn vínyrkinn, hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt sníður hann af, hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann svo hún beri meiri ávöxt. Og gerðum það hérna. Þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hef talað til yðar, verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfur sér nema hún sé á vínviðnum, eins getur þið ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Ég vínviðurinn, þér eru greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín getur þér alls ekkert gjört. Þannig hann tekur þessa líkingu, það svona tré sem heitir vínviður, það hefur rætur, síðan eru greinar og greinarnar ber ekki ávöxt nema þær sé á vínviðnum. Og líkingin þessi að við erum greinarnar, hann stofninn og ef við erum á honum, ef okkar samband svona náið við hann, þá berum við ávöxt. Og ef við berum ávöxt, þá hreinsar hann okkur, svo við berum meiri ávöxt. Þannig að hvort tveggja kemur sjálfkrafa. Bæði þessi verk holsins, þú þarft ekki að rembast til þess að synga. Þú þarft heldur ekki að rembast til þess að eignast þessa eiginleika, bara halda þig nálægt honum. Og þess vegna það að við höfum stundum sagt að í staðins að vera að reyna að rembast við að hætta þessu eða hinu, nálgastu þá heldur Jesú. Nálgastu hann, þá dettur þetta af. Og í Galatabréfinu, já, ég skrifaði hérna, hvernig get ég eignast þetta allt bara fyrir ekkert? Og ég hef reynt, kannski hætta þessu og reynt þessu, reynt að fyrirgefa og reynt þetta og reynt hitt. En jú, Rómverjabréfið 8:14 segir, allir þeir sem leiðast af Guðs anda eru Guðs börn. Þú losnar við þessa galla ef þú leyfir honum að leiða þig. Og þú færð þennan ávöxt ef þú leyfir honum að leiða þig. Ef þú leyfir bara honum að leiða þig. Jesús, hérna mín hönd, takk til hann og leiddu mig. Ég ætla að vera nálægt þér, alla daga. Og ég las hérna fyrir ykkur á bænastund einhvern tímann upp úr þessu, og þetta í sambandi við þessa baráttu sem milli holsins og andans, og það var góð setning hérna sem sagði að hafðu andlega tankiðin alltaf fullan. Hafðu andlega, keep your spiritual tank full. Hafðu andlega tankinn fullan. Ef að tankurinn fullur, við lendum stundum í þar sem ég vinna, menn setja dísil á bensínvélar og bensín á dísilbíla. Ef að tankurinn fullur, þá engin skaði. Ef einhver byrjar að dæla og hann dælir bara 1 lítur eða eitthvað svona, þá mjög lítið skaði og það þarf ekkert að gera. Ef að tankurinn tómur, þess að þetta á dísilbíl og þú fyllir hann að bensíni, þá þarf að fara í aðgerðir. Þá þarf að tæma tankinn aftur og fylla aftur á hann réttan vökva. Og það málið að hafa alltaf okkar, vera svo nálægt í Jesú að okkar andlegi tankur sé alltaf fullur. Og Galatabréfið orðar þetta svona,
Skulum bara lesa Galatabréfið 5. Galatabréfið 5:16 og Galatabréfið 5:25. Skulum lesa báða þær ritningar. Galatabréfið 5:16 og 5:25. Galatabréfið 5:25 fyrst andinn er líf og skulum við lifa í andanum. Okay? Fyrst andinn er líf og skulum við lifa í andanum. Amen. Þannig að þú getur valið, ef við segjum, þú hefur 2 krana heima hjá þér og segjum að það sé viski í öðrum og það sé vatn í hinum. Og alltaf þegar þú skrúar frá viskíinu, þá verður þú fullur og gerir eitthvað sem þú vilt ekki gera. En þegar þú skrúar frá vatninu, þá ertu alltaf ánægður með sjálfan þig og gerir það sem þú vilt gera. Að lifa í andanum eða lifa af hvaða krana ertu að drekka? Ertu að drekka af þeim andar sem að óhreinkar sálina þína eða ertu að drekka af þeim andar sem heldur sálinni þín í hreinni? Þetta er okkar val, okay? Og hann segir lifið í andanum. Kannski léleg samlíking af því að ég veit ekki hver myndi vilja leggja krana með viskíi fyrir þig. Jú, kannski fengist einhver til þess. Vers 16, lifið í andanum þá fullnægir þér alls ekki gind holsins. Amen. Ef þú fyllir bara á andaðinn af vatni, þá kemst ekki fyrir viskíðar, eða hvað það er. Þú fyllir á andaðinn með hreinu vatni, með anda Guðs, og þá kemst ekkert annað inn þar. Og þá byrjar ávöxturinn að vaxa og vaxa, kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðveld, hógværð, trúmennska og sjálfstjórn. Þú finnur að þetta bara allt í einu. Já, ég misti mig ekki í dag. Og ég stóð við orð mín. Ég hef aldrei getað það. Vá. Þannig að þetta er samvinna milli mín og heilags anda. Það eru ritningar sem segja að í Jóhannesi, já, ég las það áðan að hann hreinsar hverja þá grein sem ber ávöxt. Svo í fyrra Jóhannesarbréfi 3:3 þá segir að hver sem hefur þessa von til hans hreinsar sjálfan sig. Það er gott að ég ryksugaði heim í gær. Ég ryksugaði. Það er gott að hafa húsið sitt hreint. Sjáðu, ef við höfum gamlar matarleifar, þá kemur vond lykt. Já. Þannig að við viljum öll hafa húsið okkar hreint. Við viljum hafa sálarlífið okkar hreint. Annars förum við að missa svona út úr okkur, þú veist, og við segjum eitthvað sem er vond lykt af. Þannig að hálfið bara á mig, verið ekkert að horfa á hvert annað. Ég er líka svona meingallaður, þannig að það er bara nóg að horfa á mig. Þetta er líka fyrir mig. Við þurfum að missa út úr okkur hluti sem við viljum ekki segja, sjáðu til. En þegar við hreinsum, þá heldur ávöxturinn áfram að vaxa. Við erum meiri ávöxt. Þannig að við og Jesús, við vinnum saman og höldum húsinu okkar, sálinni okkar, og anda okkar og líkama hreinum. Amen. Og svo er eitt vers að lokum, 6:14, Galatabréfið 6:14, 6:4. Sér hver rannsaki breytni sjálfsins, þá mun hann hafa hrósunarefni í samanburði við sjálfan sig en ekki miðað við aðra. Okay. Þannig að við erum glöð ef við sjáum að það er eitthvað að gerast í okkar lífi. Amen. Þannig að Jesús sagði, af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. Þannig að hann var að tala kristna lífið, reyndar falsbámenn og allt það, en í raun og veru, kristna lífið, það á að bera góðan ávöxt. Af hverju erum við annars kristin ef við berum ekki góðan ávöxt? Það reikna allir með því að kristnir sýni kærleika. Kristnir eiga að gera þetta og kristnir eiga ekki að vera þarna, segir fólk. Þannig að fólk svona yfirleitt veit hvernig við eigum að hafa okkur. Svo að það er gott að leyfa þessum ávexti að vaxa í lífi okkar. Og ég er svo þakklátur fyrir heilagan anda að
hann gefst ekki upp á okkur. Hann heldur áfram að hreinsa okkur og hann heldur áfram að vinna með okkur. Jafnvel þó að við kannski tölum ekki við hann, að þá gefst hann ekki upp á að pikka í öxlina á okkur. Amen.